Dísi mín, þá ætlum við að gera köku fyrir mömmu. Við ætlum að gera gulrótarköku. Ætlar þú að hjálpa mér? Getur þú ekki verið hérna á stólnum? Það sem við ætlum að gera er 5 dl hveiti. Ha, 5 dl? Við getum líka gert bara 500 grömm. Þá ætlum við 500. Ok, svona. Þá erum við búin að þessu. Þá þurfum við að setja smá krydd. Við setjum 1 deski kanil. Þið þykir kanil góður eða ekki? Já. Grjónagraut. Svo erum við brúnkukryd. Það er líka hægt að nota bara negul. Svo vanilu. Er ekki alltaf að sulla aðeins? Já. Og við ætlum að blanda saman bæði pálmasykri og venjulegum sykri, segir ekki? Bæði hollum og smá óllum. 250. Svo setjum við venjulegan sykur. Það er líka handilega ekki með 500. Svolítið mikið. Svolítið mikið. Smá olía. 4 egg. Ég skal setja 4. Þú kannt að setja egg. Á meðan er ég með svona gróft rifjárn. Ég ætla að rífa smá fennel. Við áttum ekki nógu mikið af gulrótum. Það gefur svona anísbragð. Og svo gulrótirnar. Meðan ætla að Dísa að brjóta eggin, eða ekki? Það er rosa dugleg. Svo skýri mín. Þetta er í stólinn. Í stólinn. Já, svolítið. Þá er eina sem við erum eftir að setja er smá salt. 4 egg. Svo þarf að hræra svolítið saman. Og þegar við setjum bara 100 ml olíu, þá ætlum við að setja 100 ml bræddu smjöri. Ég skal. Ok. Þú að hræra, Tristan? Já. Pröfa þú að hræra. Ég skal setja. Svo erum við með svona fínt rifjárn. Þetta er sítrónuberki. Þetta er gott bragð. Mjög gott er að nota ysta börkin. Það er engin remma í berkinu með að nota fínt rifjárn. Það er að hræra varlega, það fær ekki allt út um allt. Svo ég hræra við hinum. Það er flossugur út um